Vika 2, fyrirlestur 1 og við byrjum hér í kafla 1.7 í fyrirlestarnótum. 1.7 í fyrirlestarnótum og umfjöllunarefnið er heildunarþættir. Rifjum upp það sem komið er. Við erum að leita að falli y sem er fall af x. Það fyrsta gerðin er þannig að ef afleiða fallsins er eingöngu fall af x, þá kunnum við að leysa þá jöfnu bara með beinni heildun. 2. Y merkt ef hallatala fallsins stendur í réttu hlutfalli við fallið sjálft. 3. Ef hægt er að þátta hægri hliðina í 2 föll, annað er eingöngu fall af x, hitt fallið heitir b og er eingöngu fall af y og kallast hún aðgreinanleg. 4. Það er línulega deildaefnan. Á staðlaforminu lítur hún svona út: y merkt pluss fall p sem er eingöngu háð x, það er samfellt og það er stuðlafall við y-ið og þetta er q af x sem er samfellt fall. Svo er það m og n jafnan. 5. Þá höfum við fall sem við köllum m. Það er fall af tveimur breytistærðum, x og y, og n er fall af x og y. Hér fáum við afleiðuna og þetta er 0. Þetta má þetta umrita. Umrita þannig að ef að n-ið hefur ekki 0 stöðar, þá er y merkt jafnt og mínus m á móti n. Og þessu fylgir skilyrðið hlutafleiða m með tillit til y er sama og hlutafleiða n með tillit til x. Og ef þetta skilyrði er uppfyllt, sögðum við til ég fall zeta sem er stóra phi af x, y, þannig að ef við tökum hlutafleiðu phi-sins mættisins með tillit til x, þá fáum við m-ið, og ef við tökum hlutafleiðu mættisins með tillit til y, þá fáum við n-ið. Eina sem þetta er að skoða er jafna þessu formi hérna þegar þetta skilyrði hérna er ekki uppfyllt. Og það er þá markmiðarinn átt að segja hvað það þýðir. Það er að segja við höfum sjöttu gerðina. Hún er þannig að við höfum m og n jöfnu. Það er sömu formerki á áðan. En hlutafleiða m með tillit til y er ekki sama og hlutafleiða n með tillit til x, en það er til heildunarþáttur y sem er bæði fall af x og y, sem er þannig að ef við smíðum nýtt m, segjum bara mi m, og tökum hlutafleiðu þess með tillit til y, að það er sama að taka hlutafleiðu til x af mi n. Það er sem sagt hægt að gera svona jöfnu nákvæma. Það er rétt eins og listi þessa hérna jöfnu almennt. Nú, við skulum þá líta á jöfnin okkar sem við verðum að nota gegnum gangandi. Hún leit svona út: x í merkt pluss y jafnt og 3. Og við skulum hafa hérna upp á skildi. Ef við setjum 1 inn, þá fáum við 4. Þannig að við vitum að ef við setjum inn 1, þá fáum við 4. Svo hér er punkturinn 1,4. Og svo vitum við reyndar orðið talsvert mikið meira nákvæmlega þessa. Hér er lágfella í y jafnt og 3. Ef við lítum á þessa jöfnu sem m og n jöfnu, það er að segja við umritum hana yfir á formið x í merkt, þá er x-ið n-ið pluss y mínus 3, þar sem y mínus 3 er m-ið jafnt og 0. Svo athugum við nákvæmni skilyrðið og prófum að kannski skrifa þetta upp. M-ið er y mínus 3 og n-ið er x,
og nákvæmnisskilyrðið það spyr hlutaleiðu hlutaleiða m með tilliti til í sama og hlutaleiða n með tilliti til x. Ég verið reiknum bara hlutaleiða m með tilliti til í 1 sem sagt ef við deildum hérna og bara 1 hlutaleiða n með tilliti til x það heldur ekki erfitt, það 1 og við munum að í hlutaleiðu fræðunum þá lítum við á x sem fasta þegar við tökum hlutaleiðu með tilliti til í og við lítum á í sem fasta þegar við tökum hlutaleiðu með tilliti til x. Nú sjáum við það sem við skoðum síðast, það til landslagsfall mætti þess að fall seta sem fall af x, y sem uppfyllir í fyrsta lagi að þegar við tókum hlutaleiðu af því með tilliti til x þá fengum við m-ið. Það m. En þá getum við endurheimt phi, minnstakosti einhverjar upplýsingar það, með því að heilda þessi hérna jafnaðir, aftur það sem við finna með. Og þetta jú að heilda hvað? M-ið. Skrifum það þá kannski bara líka. Við skrifum þetta nefnir bara svona. dx. Og hvað að heilda m-ið með tilliti til x? Það ix mínus 3x. Setjum það bara hér. Það ix mínus 3x. En svo varðum við að athuga að þetta hlutafleiður. Hér ykkur fasti sem að hefur afleiðu 0 við deildum með tilliti til x en þetta gat alveg hafa verið eitthvað sem háð upsilon. Það að segja það gat alveg verið upsilon í þessari jöfnu. Já, við megum bara velja að skrifa þetta á einhverju formi sem við konum betur við. Við skulum segja hér hugsanlega fall af upsilon. Þá höfum við það. Þetta mætti og það einn liður hérna sem okkur vantar. Hvernig finnum við hann? Við höfum líka phið, má líka finna með því að heilda n-ið. Gerum það nákvæmlega það. Við höfum sem sagt að dphi með tilliti til í. Það n-ið. Þannig við getum endurheimt mættið með því að heilda hlutaleiðu þess, við veitum svo sem einhver bara skrifum þetta formlega, að þetta þá ndi. Og þá skulum við finna n-ið, það hér, og við höfum að heilda x sem fasti frá sjónarhóli ísins í hlutaleiðufræðum, þannig við fáum bara ix. Þetta ix, en svo einhver fasti, ekki bara hvaða fasti sem vera skal, heldur einhver formúla jafnvel sem inniheldur eingöngu x og engin y. Og notum þá bara f og g fyrir sitt hvort möguleikann. Og það sem við þurfum að gera núna að bera saman þessar tvær framsetningar á phinu. Hér höfum við ix og hér höfum við ix. Þá vitum við allavega að phi sem fall af x og y hefur liðin ix. Göngum orðina. Hér höfum við g af x og hér höfum við pluss mínus 3x. G af x verður þá að vera mínus 3x. Það bara til að skoða þannig hér. Einhver liður sem eingöngu háður í og hefur ekkert x og svarið nei. Þannig f af í 0. Þá mættið komið. Hvað segjum við svo? Svo segjum við að við höfum upphafsskilyrði. Þetta upphafsskilyrðisverkefni hjá okkur. Þannig að þegar við setjum inn punktinn x = 1, y = 4, þá fáum við okkur útkomu. Skoðum hana. Hvað við höfum að við stingum upp á skildin okkar sem var 1,4 inn í öfnuna þá fáum við y = 4, x = 1 mínus 3 sinnum 1. Þetta 4 mínus 3 sem 1. Þar með gefur upp á skildið okkur þær upplýsingar að þessi hérna jafna verður að vera uppfyllt. Phi af x, y verður að vera lótt og vel jafnan ix mínus 3x
að það verður að vera fasti. Ef einhver punktur sem að uppfyllir deildijöfnuna og er á mættinu, að þeir verða allir að uppfylla þessu sömu jöfnu. Og þeir með öðrum orðum verða allir punktar úr x í sléttunni að varpast í þessa hæð. Og við höfum þá að upsilon er fólgið fall af x í jöfnunni upsilon af x mínus 3x jafnt og 1. En það er nú ekki fólgnar en svo að við getum léttilega sótt það. Við færum 3x yfir á hægri hlið og deilum í gegn með x og fáum það að upsilon er 3 plus 1 á móti x. Og svo bara aðtökum við að reikna rétt með að setja x jafnt og 1 inn. Það var hérna 1 á móti 1, 3 plus 1 á móti 1 er 4 passar. Nú, við skulum aðeins reyna átt okkur á því hvað er rauninni að gerast og við skulum teikna mynd í GeoGebru. Og við skulum þá nota GeoGebru til þess að sjá svona undirliggjandi rúmfræði og sækjum okkur þrívíða myndaglugga og x-ásin er rauður. Ég vil að hann stefni svona í suðvestur og y-ásin er grænn. Ég vil að hann stefni í suðustur. Setja hann ásinn blár og fáum við svona, við hugsum í þess átt, réttan skrúgang í réttendun hitakerfi, skrúast upp, setjum inn mættið, það var phi sem að falla x og y og það var x í minus 3x, það var mættið. Við fáum hérna kannski bara landslagsfall, okkur var gefið upp á skilyrðið 1,4, x átt að vera 1 og upsilon átt að vera 4. Þá sjáum við þann punkt hér. En hann þarf að uppfylla mættisjöfnuna. Þetta er bara ofanvarpið af punkti sem er á skurðlínu mættis og við þurfum að finna hæðina sem að upp að skilyrðið gefur okkur. Þannig við setjum nú 4 í staðin fyrir y, 1 í staðin fyrir x, þá fáum við mínus 4 pluss 3 sem er mínus 1, mínus 1 pluss zeta er 0, þá er zeta 1. Þannig að punkturinn er rauninni í hæðinni 1 yfir x í sléttunni. Setja þá zeta jafnt og 1 hér. Svona. Og punkturinn er þá x í zeta, þar að segja 1,4 og zeta var 1. Þannig er hann. Og stillum nú þessu þannig upp að x-ásinn sé í austur og y-ásinn sé í norður. Z-ásinn komið upp úr blaðinu. Nú þá náttúrulega að renna punktarnir B og A saman því að A er ofanvarp B. Nú, þá erum við búin að ákvarða hvað Z er og þá getum við leyst þessa rauðu jöfnu hér fyrir y. Við ætlum að líta á y sem falla af x og þá fæst upsilon eða bara y er 3 plus 1 á móti x. Við fáum breiðboga hettan eða mættið og skurðflötunni setja 1 og 1 skerast undir breiðboga. Þannig að þetta er þá lausnin sem við erum að leita að. Litla phi, eða sem sagt lausnafallið er upsilon jafnt og 3 plus 1 á móti x. Og út af því að upsilonið er gefið þarna upp að skilyrðið, þá er aðeins hægri grein breiðboganslaust. Ögn sem ferðast eftir þessum hérna skurðfleti kemst aldrei yfir á þennan hérna skurðflöt eða þessa hérna grein breiðbogans. Við þurfum í sjálfu sér ekkert að vita af svona landslagsföllum eða vígursvíðum og þetta gengur undir ýmsum nöfnum. Það gætu verið fjöll í náttúrunni og við erum að finna jafnhæðarferla. Það gætu verið lýsing á hitastigi í rúminu og við viljum segja gott og vel hvað er 1 gráða
og þá fáum við jafnhitaferil og þetta var í þeim skilningi jafnhitaferil, jafnhæða línur og svo framvegis. Þetta gengur undir mörgum nöfnum. Við köllum þetta almennt mætti og allir hugmyndin kom ekki úr rafmagninu. Svona. Nú, hér endum við. Við skulum núna skoða dæmi jöfnu, deildajöfnu sem er ekki nákvæm. Og það er ekkert erfitt að búa til deildajöfnu eða skoða deildajöfnu sem er þannig. Við lítum bara á þessa hérna okkar. Og við skulum líta á hana staðlaða, þar að segja deila í gegn með x. X ekki 0, annars höfum við allt nákvæmlega eins. Við ætlum að umrita hana formið fyrir m og n hérna. Segjum bara dæmi. Lítum á línulegu, venjulegu deildajöfnuna y mert pluss 1 á móti x y jafnt og 3 á móti x með upphafsskilyrðunum x0, y0 á að vera á lausnarferli y. Bara sjá aðeins annað táknmál. Þetta þýðir bara að y í x0 á að vera talan í 0. Má mest að hafa þetta bara 1 og 4. Svona. Á forminu m pluss n í mert jafnt og 0. Það er að segja við umritum í mert, það n-ið er þá 1 hérna og hér höfum við 1 á móti x í, það er þessi, og færum eða leggjum mínus 3 á móti x við báðar hliðar og fáum 3 á móti x. Svona. Nú erum komin á þetta m og n form. Nú viljum skrifa þetta upp. M-ið er 1 á móti x og svo bara y mínus 3 og n-ið er 1. Nú athugum við nákvæmni skilyrðið. Tökum hlutalefðu m með tilliti til í og fáum 1 á móti x. Tökum hlutalefðu n með tilliti til x og fáum 0. Hún er því ekki nákvæm. Svona. Það þýðir að við erum hér. Við erum með deildajöfnu þessari gerð hérna. Við þurfum að finna m sem uppfyllir þessa hérna deildajöfnu. En við vitum nákvæmlega hvað þetta m er. Það er sem sagt í nákvæmlega þessu dæmi fallið mý er jafnt og x. En svo vorum við hér ofan. Svoleiðis að það er alltaf svolítil gáta. Hvað á að gerast? Hvað á að gera þegar við fáum deildajöfnu eins og bara þessa hérna sem að er þannig að þegar maður umritar hana á formið m og n og hún er ekki nákvæm, þess að hlutafélagið m með tilliti til í er ekki sama hlutafélagið n með tilliti til x, þess að hún er ekki nákvæm. Nú, hvað á að gera? Og við því er eiginlega ekkert einhlítt svar. Það er engin ein aðferð. Það er engin ein aðferð til og þess vegna þurfum við að skoða, önnur heldur en kannski það er reynslan. Og í dæmunum okkar fáum við m og n jöfnur sem eru ekki nákvæmar. Við gerum tilraunir með því að prófa hinar og þessar gerðir af mögulegum heildunarþáttum með óþekktum stærðum og við þurfum að stilla upp skilyrðunum svona, jafnvel,
til þess að reyna að finna út hvernig heilduna þættirnar eiga að vera. En það sem maður gerir nú oftast þegar maður fær heildajöfnu þessari gerð hér, það er að reyna að athuga hvort að hún sé ekki bara þessari gerð hérna, hvort hún sé aðgreinanleg. Þannig þetta eru svona megin jöfnurnar, því að ef hún er línuleg þá er þetta ekkert mál, og ef hún er aðgreinanleg þá er þetta heldur ekkert mál. Við ráðum alltaf mjög vel við þessar hérna 2 mikilvægar gerðir, og númer 2 er sértilvik af 3. Númer 1 stendur ekki í okkur heldur, það er bara venjulega heldunin. Lítum þá dæmablað 2. Hér eigum við að finna rauntölu, alfa, þannig að þessi jafna sé nákvæm að leysa hann. Skulum við gera það hérna fyrir neðan. Og þá var að stilla þessu upp. Við höfum þá, segjum bara lausn, við höfum að stilla þessu upp þannig þetta sé deildajafna á þessu formi hér. Með því að horfa á hana og sjáum við að formið er uppfyllt ef m-ið er 3x í öðru pluss x í alfa, n-ið mínus x í öðru í veldinu alfa mínus 1, og við stillum upp nákvæmni skilyrðinu, tökum hlutaleiðu m með tillit til í, hlutaleiða m með tillit til í er, þetta verður 0 og x er bara fasti frá sjónarhóli ísins, að þetta eru hlutaleiður, og þá fáum við alfa x sem uppsilon í veldinu alfa mínus 1. Hlutaleiðu n með tillit til x, hérna og þá tökum við afleiðu af mínus x í öðru, hitt er fast og fáum mínus 2x í veldinu alfa mínus 1, og hvenær er þetta jafnt? Það er þegar alfa er mínus 2. Hlutaleiða m með tillit til í er sama hlutaleiða n með tillit til x, þá því aðeins að alfa sé mínus 2. Svona. Þá setjum við þetta inn í upprunalegu jöfnuna. Setjum hana bara upp runalega jafnan með alfa jafnt og mínus 2. Svona. 3x í öðru pluss x í veldinu mínus 2 mínus x í öðru í veldinu mínus 2 mínus 1 mínus 3 í mert jafnt og 0. Svona. Og þessa jöfnu getum við leyst, skulum bara gera þetta aftur. M-ið er 3x í öðru pluss x í veldinu mínus 2. N-ið er mínus x í öðru í veldinu mínus 3. Hún er nákvæm. Til er fall seta sem að við köllum mætti. Þannig að m-ið er hlutaleiða mættisins með tilliti til x og n-ið er hlutaleiða mættisins með tilliti til í. Við höfum þá 2 jöfnur til þess að finna út mættið. Mættið, þegar við byrjum á því að heilda m-ið með tilliti til x og höldum í-inu föstu, það er þá 3x í öðru, heildum það, fáum x í þriðja. X í þriðja og næsti liður x í öðru á móti 2 í veldinu mínus 2 pluss x í öðru á móti 2 í veldinu mínus 2 pluss fasti sem gæti verið háður í 2
Og þá höfum við phi af x, y er stofnfall n með tillit til í þar sem að x-ið er fast og þá fáum við það, þarna sjáum við það, ég heilda núna með tillit til í og þá hækka ég veldisvísin 1 og hef þá veldisvísin -2 og það kemur alltaf sami veldisvísin nefnara þá. Þannig að við fáum -x í öðru og svo y í veldinu -2 er deilt með -2 mínus á móti x í öðru í mínus öðru á móti 2. Fallega er að taka bara hálfan þarna út fyrir eða læsilegra. Óps. Svona. Halvur hér pluss einhver fasti frá sjónarhóli ísinn sem getur verið háður x. Og nú þurfum við að bera saman x í þriðja, ekkert svo leiðis, þannig þetta hlýtur að vera x í þriðja, g af x. Þá skrifa upp phíið. Phíið er x í þriðja, þessi farinn og þessi farinn. X í þriðja. Göngum á röðina. Hálft x í öðru í veldinu -2, hálft x í öðru í veldinu -2, hann er kominn, pluss hálft x í öðru í veldinu -2. Svona og f af í, það er ekkert svoleiðis. Þannig þetta er mættið. Þetta er ekki upp á skildisverkefni, það er ekkert gefið neitt upp að skilyrði sem að lausna fyrir í ágangi í gegnum, þannig við verðum að segja eða í sem er fall af x er fólgið fall af x í jöfnunni phi jafnt og c. Það er að segja það sem að mættið phi er fast á brautum. Þetta fyrir náttúrulega að gera skýrar og segja þá x í þriðja pluss hálft x í öðru í veldinu -2 er fast. Þessa jöfnu getum við leyst fyrir í allavega einhverju leyti. Skulum þá skrifa næst hálft x í öðru í mínus öðru jafnt og einhver fasti mínus x í þriðja. Og af þessu hlýst að í mínus öðru er c mínus x í þriðja deilt með hálfu x í öðru og svo tökum við umhverfur sem 1 á móti báðum megin. Fáum við í öðru er hálft x í öðru á móti fastanum c mínus x í þriðja og hér hófum við tvo möguleika fyrir í og við vitum ekki hvort við höfum að velja vegna þess að við höfum ekkert upp að skilyrði, þannig að við segjum að y er pluss eða mínus hálfur sínum x í öðru á móti fasti einhver sínum x í þriðja. Við getum nú kannski, látum þetta bara standa og við sjáum núna að hvað svo sem c er að við þurfum aðeins að velta fyrir okkur formingi. Við erum ekki í neinu vandræðum hérna, þetta verður alltaf jákvæð tala. En í nefnaranum verðum við að segja allavega að c mínus x í þriðja, það má ekki verða 0. Það er að segja x í þriðja má ekki vera sama og þessi tala c og þá getum við líka sagt bara að ef við finnum út eitthvað c að þá má x ekki vera þriðja rótin af því. Og þá getum við sagt að formingi,
skulum bara segja í, sem ekki vera með, þannig að koma 2 til greina, en hvort, 2 föll til greina, en hvort heldur sem á við, þá megum við setja inn í þetta allar rauntölur nema að x má ekki taka gildi þriðju rótar af þessum fasta sín. Svona, þannig að hér er svarið, og að því að við höfum ekki upphafsgildisverkefni eða punkt sem að lausnin ágang gegnum, þá getum við ekkert sagt meira í bili. Og nú dæmi 13 og 14 eru síðan svona tilbreyði við þetta. Hér er emmið, svo aðeins að gæta sín hérna að maður þarf að taka þennan mínus hérna með til þess að ákvarða ennið. Og hér fáum við aftur á móti upphafsskilyrði, þannig þetta er upphafsgildisverkefni. Við má margfalda í gegnum þessa jöfnu hérna. Já, hún er ekki nákvæm vegna þess að tökum hlutalegum til í, þá fáum við 2x, og tökum hlutalega 3 með til x, þá fáum við 0, þannig hún er ekki nákvæm. Hér fáum við skynsamlegan heilduna þátt. Við vitum aldrei fyrir fram hvernig hann á að líta út, og þetta er bara tilraun að prófa þennan og margföldum þá hér við báða liði og gerum síðan eins og áðan. Skoðum síðan 2 sýnidæmin. Tökum þetta hérna með okkur niður. Þetta á ekki að vera með. Nú erum við að finna lausn á upphafsskildiverkefni sem lítur svona út. Cos í mínus cos x, og lausnarferillin á að ganga í gegnum punktin 1,pi frjáls lausnaraðferð og sýnið helstu skrifið milli reikningum. Og ætla bara að reyna að átta mig á forminu. Og hér er gátlistin minn, f af x, y, og ég geng á röðina. Er hún svona, y merktir jafnt og f af x, svarið er nei. 2, er hún á þessu formi hér, y merktir jafnt og fasti sinnum y, nei. 3, er hún á þessu formi hér, y merktir jafnt og a af x sinnum b af y, þar að segja er hún aðgreinileg. Við látum það, stilla henni upp. Í mert er cos x í mínus cos x. Nú svolítið mikið lagt með alla þessa svíg utanum 1x, bara cos x cos x. Og svo er gefið að y af 1 er pi. Við getum tekið kannski svíin þarna til þess að við höldum ekki að þetta sé cos af x í. Nema hvað, við getum tekið cosinus af x út fyrir svig og eftir stendur í mínus 1. Þessi er aðgreinileg. Fínt. Þá er það fyrsta sem maður gerir. Það er að spyrja, að setja kannski þetta upp. Þetta hérna er a-ið, a af x, og þetta hérna er b-ið, þetta er b af í. Og það er skýr aðgerða röð. Ég á að spyrja fyrst, er til í, b af í, er y mínus 1. Spurningin á alltaf að vera svona, er til fastafall í, já, eitthvað fast í þá, þannig að b af fastafallinu verði 0. Svarið er já. Ef y er 1, þá fáum við 0. Ef y er 1, þá er allavega b af 1 sem er bara 1 mínus 1, það er 0. Og við erum búin að skoða það að ef við höfum fastafall sem uppfyllir b af í, þá fáum við svona lágfellur, þetta er y jafnt og 1. Ef við deildum þetta fall, þá fáum við 0. Það þýðir að vinstri hliðin verður 0, svoleiðis að þetta er möguleg lausn. Þá ætla ég að kíkja upp á skilyrðið. Nei,
ef hér hefði staðið 1, þá er ég búinn. Þá er þetta svarið. En þetta er pi. Þannig að hér er 1, er 1, er 1. Og þetta var 1, 2, 3. Og þetta er 1, 1, 2, 3. Þannig hérna einhvers stað punkturinn. 1, pi. Og lausnin á líka þarna í gegn. Ég má aðgreina því að þetta er langt frá því að vera 1, þetta er pi. Það er að segja útkoman íð og þá get ég reiknað. Aðgreini segi svona aðeins frá. Þá hef ég í mert á móti í mínus 1, það er cos x heilda og fæ ln af í mínus 1 pluss fasti er stoppfallið af cos sem er sin x pluss fasti og svo er þetta sama sagan. Við söfnum föstunum hérna bara saman á hægri hlið og ég held ég geti bara fundið það núna. Ef ég set 1 inn í staðan fyrir x þá ég að setja pi inn í staðan fyrir y. Segi bara frá því. Finn sé og nota þá upp á skildið sem gefið er. Logrin af það renn svolítið til. Logrin af pi mínus 1 er sinus af 1 pluss sé og þá er sé þessi tala. Ln af pi mínus 1 er jákvæð tala. Ég get alltaf að skrifa pi mínus 1 mínus sinus af 1. Ég ætla að láta þá bara sé standa í milli reikningum og ég geti náttúrulega sett inn logran af pi mínus 1 mínus sinus af 1 í lokin. Og þá leysum við fyrir í. Við sjáum að aðeins að rýna í hana. Við sjáum að y liggur fyrir ofan 1. Þetta er 1 og y liggur fyrir ofan 1. Þannig ég má fella tölugildi beint. Ef að y hefði legið fyrir neðan 1 þá þarf ég að setja 1 mínus y. Ég get haldið áfram hér og fæ, þetta er hún já. Að sína þetta skref, það verður svo langt ég horfa á þetta. Logrin af í mínus 1 er sinus x pluss þetta sé sem ég var búin að finna niður nekt. Og hefði mér veldi af og fáum í mínus 1 er í veldinu sin x pluss sé. Og þetta er í veldinu séð sinnum í veldinu sin x. Já, kannski svolítið fallegt að kannski að setja það inn hérna, sjá hvað gerist. Setja bara hreinlega séð inn hérna og sjá hvað gerist. Nei, sjá hvort að þetta einfaldist eitthvað huggulega. Þetta er sem sagt í veldinu sin x pluss logrin af pi mínus 1 mínus sinus af 1. Þetta er þá í veldinu ln af pi mínus 1. Tökum það, kannski sína í numritun. Í veldinu ln af pi mínus 1 og svo pluss sinus af x mínus sinus af 1. Þá er orðið svona svolítið ljósar hvernig það lítur út. Þetta er sem sagt í veldinu ln af pi mínus 1 og í veldinu sin x mínus sin 1. Í veldinu ln af pi mínus 1 verður bara pi mínus 1. Sett sviga hér og hérna höfum við þá í veldinu sinus af x mínus sinus af 1. En þá er í
og 1 pluss pi mínus 1 sinnum í veldinu sín x mínus sín 1. Og er þetta ekki þá sérlausnin öll? Jú, þá ætlum ég að segja, ég er búin að finna hana. Þetta er sérlausnin og hafa örlítið orð það, svona, punktur hér. Lausn á upphafsgildisverkefninu er, þetta er fall, epsilon jafnt á phi af x. Nú þarf ég aðeins að velta fyrir mig formengi. Horfum bara í jöfnuna. Ég má setja hvað sem er hér inn í staðinn fyrir x. Það er ekki hættulegt sem getur gerst. Þetta hérna er alltaf jákvætt. Í hvaða veldi. Og þá horfi ég á formúluna sjálfa. Hérna. Það er engar hættur hér. Við vitum að lausnin liggur öll ofan í ossin. Í jafnt og 1 og frýstölvan. Svo er allt í lagi að teikna mynd í GeoGebru og lítum núna á sýnidæmi 2-3 og hér erum við að leysa deildajöfnu sem að hefur, það er ákveðin uppástunga fólgin í forminu og við skulum segja lausn. Eins og hún kemur á kunni þá er hún á forminu deildajafnan eða venjulega deildajafnan hefur eða er á formið m pluss n ímert jafnt á 0 og svo skrifa hvað m-ið er. M-ið er x í veldinu x í öðru sín í pluss x. Þá er þetta komið. Það sem stendur við ímert er n-ið og það er hálfur sinnum í veldinu x í öðru kósí. Og skulum setja upp nákvæmnisskilyrðið og þá tökum við hlutaliðu m með tillit til í. Það er bara kósí. Þetta verður 0. Seinni liðurinn. Þannig að við fáum fastan hér í veldinu x í öðru kósí pluss 0. Hlutaleiða m n með tillit til x er hálft x í öðru og svo deildum við innra fallið og fáum 2x. Þannig hér fáum við hálfur sinnum í veldinu x í öðru og 2x og svo kemur kós í einföldum og hér fáum við 2 á móti 2 og þá fáum við x sinnum í veldinu x í öðru kós í. Við sjáum að hlutaleiða m með tillit til í er hlutaleiða n með tillit til x. Deildajafnan, eða venjulega deildajafnan, er nákvæm. Nú, þá er til fall sem köllum mætti sem uppfyllir tvær jöfnur að skrifa má phi sem stofnfall m með tillit til x og í-ið er fast og upplýsingar sem okkur vantar líka fást með því að heilda n með tillit til í með x-ið fast. Og þá höfum við hér m-ið, x sinnum í veldinu x öðru sín í pluss x, byrjum á því. Höldum áfram með 1, phi er þá x sinnum í veldinu x í öðru kósí pluss x til x og í-ið er fast sín í. M-ið var með sín í.
upp heildið, það er sem auðveldara. Að taka sínus af í að því það er fast út fyrir fyrirliðin. Svo hefur hér x sinnum e í veldinu x í öðru dx pluss stoppall x dx. Kannski hjálpar til að nota innsetningar aðferð. Ef við setjum u sem e í veldinu x í öðru og þá er du dx, það er e í veldinu x í öðru sinnum 2x, svoleiðis að du er e í veldinu x í öðru sinnum x sinnum 2 og ég ætla að taka þá hálfan frekar hingað, svona dx hér, af því að þá höfum við hér nákvæmlega du hálft, svoleiðis, hálft du. Svoleiðis að hér höfum við sín í að hálft du og seinni liðin getur heildarbeint x í öðru á móti 2 og svo þurfum við muna eftir því að það er eitthvað fasti þarna líka, myndunarfasti sem gæti verið háður í einu, f af í. Og þetta einfaldast í sínus af í hálfur og þetta verður, við erum búin að gera grein fyrir heildunarfastanum hérðan hér. Hér fáum við þá e í veldinu x í öðru, þetta verður bara u sem er hér. Og höfum við hér þá hvað x í öðru á móti 2 pluss f af í. Þannig þetta er fí. Skrifaði bara aftur hérna. Og síðan tökum við úr seinni jöfnunni, þá heildum við ennið með föstu x-i, það er hálft e x í öðru kós í, heildum það. Fí á líka að vera stoppall n með tillit til í og x er fast og þessu ekki bara fyrir hér hálfan e í veldinu x í öðru út fyrir heildi og hér höfum við þá kós í di, svona. Kíkjum á þetta einu sinni enn, svo ekki eitthvað rétt. Jó. Og þá fæst hálfur sinnum e í veldinu x í öðru og stoppall kós í er sín í og svo höfum við mögulega heildunarfasta sem er eingöngu háður x-i og nú berum við saman mættið. Hér höfum við hálfan sínus af í x í öðru, hálfu sínus af í x í öðru. Þannig að við getum skráð svo mættið er hálfur sín í í veldinu x í öðru. Svo gf(x) hérna, hér erum við fyrir því. Þetta verður að vera gf(x) pluss hálfur x í öðru. Mættið er svona, punktur, upsilon, sem falla x, er fólgið í jöfnunni. Því miður ekkert upphaf skilyrði, þannig að við getum ekki ákvaða hvað séð er hérna. Sem sagt, mættið er skorið í einhverju hæð sé og skrifum þetta þá upp. Það er að segja hálfur sínus af í sinnum e veldinu x í öðru pluss hálfur sinnum x í öðru
er einhver fasti. Við margföldum í gegnum þessu jöfnu með 2 og fáum sín í sinnum e-veldunum x í öðru pluss x í öðru, það er 2c, svo skulum bara kalla þá a kemur í staðinn fyrir 2c. Og við vitum náttúrulega ekkert a, en við getum kannski tekið þetta aðeins áfram, fáum e-veldunum x í öðru sín í er þá eitthvað fasti a mínus x í öðru og við getum allavega skrifað sín í er a mínus x í öðru sinnum e-veldunum mínus x í öðru. Nú fer það alveg eftir því hvað a-ið er, hvað á að gera næst. En við myndum allavega þurfa að skoða næsta skrif svona að sínus er alltaf lotubundi fall. Svoleiðis að við getum þurft að stilla af hæðina á ígildinu með því að draga frá heilt margfaldi af 2 píum. Þetta getur komið upp, við þurfum að hafa þetta bara í huga og skoða svo hægri hliðina út frá þessu a. Segjum ekki að y er ark sínus af einhverju að því við hefum í rauninni ekki nægar upplýsingar a. Sama má segja formengi, skulum skrifa þetta niður. Höldum ekki lengra. Það að hafa sínus af y á vinstri hlið hérna setur þau skilyrði á hægri hliðina að samband a við það sem að stendur þarna hægri hlið verður að vera þannig að það klemmist sjálft á milli mínus 1 og 1. Við getum aðeins sagt það þó, segjum allavega, við vitum að hægri hliðin verður að vera á þessu formi hér. A mínus x í öðru sinnum e í veldinu mínus x í öðru. Þetta getur heldur ekki verið stærri en 1. Þannig að við skulum endilega skoða þetta verkefni aftur þegar við höfum meiri upplýsingar í hvaða hæð á að skera mættið.